Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, nú verða sagðar fréttir, hjá mér Sigurjón Magnús, einn, það svona veikindi hjá okkur. Já. Herðu, Stöndum einir eftir. Já, við skulum byrja hérna á pólsku blaði sem heitir Fakt. Já. Það hérna, frétt dróna sem voru að koma hana. Það stærri fréttir hérna, ég veit ekki hvað sleipir í pólskunni. En stærri fréttin að segja að sko blaðamaður hafi fundið eitthvað brak og skilaði til lögreglunar. Hinn fréttin sem út á túninu, þar kemur fram að lenti eitthvað brak 12 kílómetra frá NATO-herstöð. Þannig að ég veit nú ekki alveg hvort að hafi staðið mikið ógn að þessum drónum. Voru þeir 20 eða... Já, 19 heyrði ég. 19? Já, hvað sem er. Það eru svona 400 eitthvað sem eru sendir inn á Kænugarð á hverju nóttu. Já, þarna samt verið svona ruggabotn. Þetta Pólland hefur verið ekki nýjum móttökum. En hvort þetta undanfari eitthvað, það vitum við ekki um. Við vitum að fyrir 2 árum eða svo, 1,5 ári, þá fór eldflugan inn. Hún reyndist vera frá Úkraínu. Já. Ég veit ekki, heldur þú að þetta sé undanfæri þess að Pólverjar sé ráðast, nei, Rússar sé ráðast í Pólland? Nei, ég veit náttúrulega ekki það. Ég held að sé enginn sem trúi því, sko. Nei, ég get ekki vitað það, sko. En maður hugsa þetta á vestahátt, já. Ok, það utanríkisráðherrann okkar, hann hérna á því að þetta sýni hversu langt Rússar séu tilbúnir að ganga og senda 20 dróna inn í Pólland. Og það var boðað til fundar í utanríkismálanefnd. Þar situr meðal annars Þórdís Kolbrún, ég hlusta á svolítið langt viðtal við hana, frétta því hérna á RÚV. Og það sem að hún var að segja, kannski í takt við þessu þú ert að segja, ef þetta hefði ekki verið drónar, ef þetta hefði verið eldflugar, og ef það hefði ekki verið 20 heldur 200 eða 300, hvað þá? Og mér fannst þess að ég var að velta fyrir mér að hlusta á þetta. Já, hvað ég eiginlega að hlusta, sko? Já, hvað var, tala hún á þennan á? Já. Við ættum að því að það náttúrulega alvarleikin í þessu ekki stórkostlegur. Þetta var ekki árás og einn, það meiddist enginn. Nei. En hún var að segja það, en hvað ef einhver hefði meitt sig? Hvað ef einhver hefði dáið? Hvað ef þetta hefði verið, sko, herþotur en ekki drónar? Og hvað ef þetta hefði verið eldflugar? Og hvað ef þetta hefði verið... Eða kjarnorkusprengjur. Já. Hún var að halda því fram að þetta væri skýrt dæmi, þessi 20 drónar, væri skýrt dæmi það að innrásin í Úkraínu snerist ekki bara Úkraínu. Þetta væri skýrt dæmi það að það væri ætla Rússa að ráðast inn í önnur lönd. Og ég held að þetta sé bara ályktun sem stenst ekki neitt. Ég fór svolítið aðra fjölmiðla, af því að ég var að hlusta á hátíðisfréttirnar í morgun á RÚV, hérna, sem eru klukkan 20 mínútur yfir 12. Og svo allt í einu leiti, þeir eru búin að vera í 8 mínútur með þessa frétt. Þannig ég fór og skoðaði og fór aðra fjölmiðla. Og ég sá hvergi þessa áherslu á þessa frétt, nefn í Pólandi. Ég heyrði reyndar áðan hérna, það var viðtal við formann utanríkismálanefndar, Pavel Bartusek, sem náttúrulega pólskum uppruna. Og þau voru þá að fara á fund, ég hjó ekki eftir því, sko, hvað hérna, fyrir fundin sem satt, þetta fyrir fundin sem að tala hann. Ég hlusta á eftir fundin, þau sátu bara þarna og töluðu þessa 20 dróna, ég veit ekki hvað er að gera. En samt þetta... Veist, er þetta bjölluat eða hvað er? Það gæti verið það, en þá skiptir máli hver eru viðbröðin. Segjum að við erum með stríð í miðri Evrópu. Hættan er svo að það brjótist út víðar, að koma eitthvað upp á. Hættan í því er viðbröðin þegar eitthvað gerist. Þarna bröðist Pólverjar við því með því að virkja einhverja fjórðu ákvæði í NATO-sáttmála sem enginn hafi heyrt það er ekki 5. Það er ekki lítið á þessum árás. Heldur það bara öll aðildarríkin eru tilkynnt, þannig að þau geti metið þetta. Við vorum með sendiherrann okkar sem var að lýsa
eins og að hefði verið innrás í Pólland, hvernig Pólverjum liði undir þessu ógn sem hefur verið fyrir, sem ekki. En hann hefur verið sko eitt mesti stríðsænsika maður bara Evrópu. Já, og ráðgjafi eða talsmaður. Hann unni á NATO og umræðum þetta. Já, og mikill stríðsænsika maður. Hann var alltaf í kvöldfréttum RÚV og í Kastljósi við upp af innrásinnar að segja okkur að rússneski herinn var að falla saman. Þeir hefðu bara skóflur, hefðu ekki neinn skotvopn. Þetta væri bara tímaspursmál hvernig Úkraínumenn myndu vinna stríðið. Þetta samaður. Ég bara benda á að við hefum kannski ekki að hlusta á fólki sem að tala með þessum hætti. Við erum aðeins að skoða hvað það hefur sagt í forstöðinni. Ekkert af því sem að Friðrik... við munum það nú kannski ekki alltaf... Ég man það. Já, þú maður það, allt sem að Friðrik sagði á sínum tíma reyndist ekki rétt. Nei. Hann talaði að refsiaðgerðirnar myndu brjóta niður efnahags Rússlands, þannig þeir gæti ekki átt í stríðinu. Refsiaðgerðir gegn ólígörkunum myndu valda því að þeir myndu snúa sig gegn Pútín og fellan. Hann sagði að rússneski herinn væri bara óhæfur til hernaðar. Þeir hefðu ekki verið með svo gamlar græjur að þegar kæmi sko nýja dótið frá Vesturlöndum að þá myndu Úkraínumenn vinna Rússa á vígvellinum. Hann hefur sagði allt þetta og Þórdís Kolbrún líka. En þetta en sem ég að segja, þegar það gerist eitthvað svona, segjum að þetta sé slys eða einhver ögrun eða eitthvað slys, þá snýst það það hversu alveg þetta verður hvernig viðbrögðin eru. Því miður erum við með svona herforingja í öllum stöðum, í utanríkisráðuneytinu, í sendiráðinu, allir í Evrópu tala eins og þeir eru að magna upp stríðið. Það hættan. Það var ekki hætta þessum 20. Það enginn sem sussar á þetta sem sagt. Ég bara að segja það sem þetta sko. Það kom inn 20 drónar. Það var engin skaði af þeim. Það meiddist enginn. Nei. Rússneski herinn ekki við landamæri Póllands eins og mátti ætla. Við getum spurt samt sko í hvaða tilgangi þá. Já. Hver getur tilgangurinn verið? Og hvað, trufla mig ekki neitt sko. Nei, ég get ekki, ég veit ekki. Þeir voru að senda sko, munu senda í nótt, líklega 600 dróna inn í Kænugarð. Pólitíkin var með eitthvað svona, þeir líta á þetta bara sem, þú veist, hvað er Pútín að meina? Er þetta eitthvað sem að leggja til? Er þetta svona leikur í samningaviðræðunum? Hann bara að sýna eitthvað svona að hann ætla ekki að vera stiltur og þið verðið að koma til mig með einhverjum öðrum hætti. Ekki lítið á þessum hernaðlega ógn. Ég sá það var ekki í pólitíkan og ég sá það í engu fjölmiðli nema á RÚV og líklega á Mókanum. RÚV var með eina frétt sem þeir voru með á vefnum en þeir voru ekki með það í kvöldfréttatímanum. Á sama tíma og þetta gerðist að þá gerði Ísrael loftárás á Jemen og drap 35. Þetta eitt ruglið en maður. Þetta ekki gott, sko. Þessi frétt komst ekki inn í fréttatíman. Nei, þetta var ekki í Evrópu. Nei, en það var eitt sem að, við höfum stundum vitnað í ítölsku pressuna. Ég er að meina frétt þaðan. Og þar verið að segja, Bandaríkin að þrýsta á Evrópu að setja 100% tolla á Kína. Við heyrum þetta svolítið í umræðinni hér, meðan annars frá Þorgerði Katrínu, þar sem þegar hún að segja að við að horfa til þess hvað Lindsey Graham segir í Bandaríkjunum. Þá hann með kröfur að Bandaríkin beiti sko hörðum refsitollum. Það var líka kröfur Evrópuþjóðanna þegar að Trump hitti Pútín í Alaska. Að það yrði hótanir harða refsiaðgerðir gagnvart þeim löndum sem eiga í viðskiptu við Rússland, sem Indland og Kína fyrst og fremst. Við þekkjum þessar kröfur. En þarna eru Ítalarnir að segja að Bandaríkjamenn vilji þrýsta á Evrópuþjóðirnar, sem ég hef reyndar ekki séð alveg að Evrópuþjóðirnar séu tilbúnar að setja 100% toll á Kína. Þeir eru óska eftir því að Bandaríkin gera það. En þarna eru Ítalarnir að segja að þetta snýst ekkert Rússland. Þetta snýst ekkert það að Trump vilji koma Pútín að samningaborðinu eða neitt slíkt. Þetta hann vill setja gjá á milli Evrópu og Kína.
Þannig það eru marg svona flóknir stórvelda hagsmunir og það vill svo til að DFF var með viðtal við okkar mann Hilmar Þór Hilmarsson sem að kemur hérna reglulega, var hérna í gær og hann var svolítið að fara yfir þessar breytingar sem eru, sem að ég held að sé hollt að horfa á atburðina. Og hvernig... Það eru Bandaríkin, hver eru þessi þrjú stórveldi? Rússland náttúrulega kjarnorkuveldi. Já, og Kína og Bandaríkin. Já. Rússland ekki efnahagslegt stórveldi en þeir hafa gríðarlegar auðlindir og í samtali mínu við Hilmar í gær kom meðal annars fram að sko Kína og Rússland falla mörguleyti saman. Kína hefur gríðarlegan mannafla og þar alveg fólk til þess að vinna vinnu og meðan að Rússland ekki fjölmennt þótt að séu 140 milljónir og margfalt fjölmennari en flest ríki í Evrópu. En þeir hafa gríðarlegar auðlindir, en þeir getur fallið saman. En síðan náttúrulega ástæðan fyrir að Rússland talið með sem stórveldi að þeir eru hernaðarlegt stórveldi. Þeir eiga gríðarlegt magn af kjarnorkusprengjum og það þannig að það fæling af því, þótt að Evrópuleiðtogarnir tali svolítið eins og við eigum bara að ráðast inn í Rússland, þá held ég að það trúir því enginn í alvörunni, þótt að fólk segir þetta einhvern veginn til innanlandsbrúks, að þá enginn að fara að ráðast á kjarnorkuveldi. Það enginn að tala það í fullir alvöru. Það eru utanríkismálastjóri Evrópusambandsins. En sko, Evrópuþjóðin hafa nú verið mjög trega til að senda hermenn til Úkraínu. Það er búið að mynda bandalag hérna vilju þjóðar sem að vilja senda hermenn inn í Úkraínu. Ekki einn kominn, sko. Nei, það er verið að tala þetta í alvörunni. Já, ég veit það. En það er ekki nú að tala. Herðu, en að því að Hilmar Þór og ítalarnir að reyna að ráða í svona hver staða Trump gagnvart hérna, að því að það komið fram hérna oft að það víða margir í Bandaríkjum sem meta það að það sé ekki hagsmuni Bandaríkja til lengri tíma að halda Rússlandi fyrir utan heimshagkerfið, að það sé betra fyrir Bandaríkin að vera vinir Rússa heldur en að rekja upp í fangið á Kínverum og það ráði afstöðu þeirra til Úkraínustríðsins. Að þá hérna og hann setti á sinn eigin samfélagsmiðil eitthvað sem að eiginlega ekki hægt að túlka. Ég man ekki hvernig það var, eitthvað nú byrjar það. En það veit ekki hvað það það sem á að byrja. En það voru fréttir í að því við erum stundum með svona Trump-horn hérna. Það hérna frétt frá Washington Post. Það eru menn fólk sem hafi verið í stjórnunarstörfum inn í FBI eða bandarísku alríkislögreglunni sem að fara í mál við hérna að þau voru rekin af því að þau kusu vitlaust í kosningunum. Er ekki leynileg kosningar annað? Hvernig þetta? Já, það er kannski verið að ráða af því hvað þau að segja. Jú. En ég líka með nýja frétt hérna. Af Trump líka? Nei, það miklu vini Trump. Þetta maður sem heitir Charlie Kirk. Hann leiðir Turning Point í USA sem eiginlega svona æskulýðs, maður gæti sagt Hitlerseskan, ég ætla ekki að segja það, en hérna, þetta mjög hægri sinnuð svona hreyfing. Hann var á fundi í Utah og hann var skotinn. Og þetta gerðist bara rétt áður við settust þarna inn. Það ekki alveg komið fram hvað varð hann, en öryggisverðir fórum hann í burtu, en það verið að dreifa myndböndum á netinu, þar sem hann skotinn í hálsinn og það kemur blóð. En við vitum ekki ennþá hvort að hann sé lífs eða liðinn. En Trump búinn að senda á sín samfélagsmiðil, þar sem hann segist biðja fyrir honum og hvetur alla til þess að biðja fyrir honum. Þarna sé góður maður frá toppi til táar fallið. Herðu, já. Herðu, það var í kvöldfréttunum að þá var Ólafur Þ. Harðarson. Hann var svona greina þingveiturinn. Það sem að Ólafur Þ. hefur alltaf verið svolítið harður á því að eigi að nota það sem hefur verið kallað kjarnorku ákvæði. 71. greininni svo. Það alltaf mikill hvatamaður af því. Og hann núna haldaði fram og það hans svona lærdómur af sumrinu að það verði ekkert málþóf af miðflokkurinn og félagar muni draga þær ályktanir að það sé ekki hægt að fara í málþóf. Mér finnst þetta skrítin ályktun hjá Ólafi. Ég ekki viss um að þetta sé rétt hjá honum. Nei.
Ég sé alveg fyrir mér að miðflokkurinn og ég veit ekki með Sjálfstæðisflokkinn með nýjan þingflokksformann og svona ákveðin vilji þar til þess að birtast öðruvísi í þinginu. Þeir verða að gera það, þeir verða að finna teinana sín aftur, þetta ekki. En ég á því að miðflokkur sé alveg til í að láta setja aftur á sig þetta ákveði. Já. Ég held að sé þannig. Já. En annað sem hann benti á... Og jafnvel spila bara inn á það. Já, ég held að. Þannig að fælingamátturinn, að því vorum að tala um kjarnorkuvopn áðan, að fælingamáttur þess að kjarnorku ákvæðis, hann sé ekki, miðflokkurinn mun ekki láta það fæla sig frá því. En það kemur náttúrulega í ljós, við getum bara spáð því eins og Ólafur bara að spá. En hann, það sem var annað áhugavert í þessu viðtali er að hann var að benda á hversu mikil stefnubreiting hjá þessu flokkum hefði verið í útlendingamálum, bæði á Viðreisn og Samfylkingunni. Að raunverulega eru þau að leggja fram, eins og kom hérna fram í fréttunum okkar í gær, þau eru að leggja fram mál fyrir ríkisstjórnar í útlendingamálum þessa búðir sem á að geyma fólki í, sem hefur ekki brotið lög, að taka það alltaf fram, að það er að setja fólki í fangilsi sem hefur ekki brotið lög. En hann var að leggja áherslu á það. Herðu, en í morgun þá kom okkin út og það var á forsíðunni, aðalfréttin. Orð forsetans við þingsetningu vekja undrun. Hver varð undrandi? Sá sem skrifa þetta. Já, ég held að það sé ekki Andrés Magnússon. Já, ég held að það sé ekki margir. Gamall félagi. Og ég held að Davíð Oddsson hafi líka orðið undrandi. En ég samt ekki. Ég held að það gera sér upp undrun. Já, ég held að Davíð hafi verið undrandi. Já. Mér fannst þetta Halla Tómasdóttir, hún mér finnst það bara ágætt sem hún sagði, sko. Já, og bara óskup pennt. Já, og svo augljóst líka, sko. Og ekkert öðruvísi heldur en að Guðni tjáði sig, eða tala ekki um Ólafur Ragnar Grímsson. Já. Og ég held að forsetandi líti svo á að þeirra hlutur sé að koma svolítið eins og, er ekki kallað adultið rúm, kallað á enskum. Að koma svona og með smá ummendanir. Já. Bara fyrir okkar hönd. Þjóðinni, sko, var ekki skemmt í vor með málþófinu og forseti bara tekur upp mál bara okkar almennings. Gott hjá henni. Já. En Mogginn, hann hefur stundum til þess að hafa það hlutverk að leggja fólki línuna sem að hafa verið kosin til valda á Íslandi. Og hann er með aðra frétt sem er svolítið svipuð. Þannig er hann að finna því að landssamband lögreglumanna hafi tekið þátt í verið eitt af þessum 180, allir sig orðið yfir 200 samtök núna sem hafa skrifað undir þjóðamorði. Þannig er Mogginn að finna því, finnst það óviðeigandi. Af hverju? Ég veit það ekki. Annað sem er svolítið úr sama ranni, er hún Diljá Mist sem er að finna því að fyrirgefðu hún Hildur Sverrisdóttir, fyrrverandi þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Hún er að finna að því að hún Kristof Frostadóttir notaði þetta orð yfir sem ég var að kalla kjarnorku ákvæðið. Það sem að lýðræðisákvæði. Hún er að reyna að búa til nýtt hugtak yfir þetta. Og þá segir Hildur að þetta sé hættulega afvegaleiðing. Bara stórhættuleg. Já, þetta er gaman að þessu. Já. En þá er líklega hugmyndið svo að það sé verið að ljúga með því að breyta nafn, en þetta með kjarnorku ákvæði, það verið Ólafur Þór Harðarson til þess fundið að þessu heiti og þú fannst það í áðan þegar ég sagði það, þá vildur þú benda á þetta héti bara 71. Já. Það er gildi. Mér finnst líka svona bara handbrennsla líka, mér finnst líka svona að það ekki verið kjarnorkunni, þetta er bara hold kæft. Herðu, við skulum fara yfir í það er svona verið minna fréttir sem að tengjast fjárlagafrumvarpinu, kannski vegna þess að nú er stefnuræðan í kvöld og þannig að það er ýmislegt sem að dregur athygline og svo náttúrulega eyðir RÚV náttúrulega 8 mínútum í hádeginu og 15 mínútur í kvöld að tala um þess að dróna. En það er ein fréttin á Vísi sem að er að því að við vorum búin að ræða þetta svolítið að þetta er það sem er að draga niður útgjöld vegna íslensku kennslu til innflytjenda. Og Halla Hrund er að benda á þetta að þetta sé verið að
benda á innviðum. En að því við vorum með mokkafréttir áðan meðan orð forsetans við þingsetningu vekja undrun, þá verði eiginlega getur það að Björn Þorláks var hérna í gær og hann spáði því að þetta það forsíðu mokkars. Það má ekki myndi finna þessu. En það reyndu maður, Björn. Þetta merkilegt. Ísland í spila fótbolta með Frakka í gær og það aftur dómaraskandall eins og í körfuboltanum. Þetta var mjög vafasamt sko. Bæði víti sem Frakkarnir fengu og svo að markið hafi verið tekið af. Hérna á eftir verið reynsluboltarnir hjá mér og einn af gestunum er Lárus Guðmundsson og ég spurði hann þegar var að tala við hann að hvort að hvað hann þætti þetta því. Hann var nú sjálfur svona sender í landsliðinu og þýskum liðum og hann sagði sko svona út í heimi þá hefði svona kannski 60% dómara bara látið þetta standa en 40% ekki, svona 40% sem var harðir á allar í nákvæmni. Það nú næstu bara 50-50. 60-40. Ég veit það, en hann metur þetta svona og hann hefur sjálfur staðið í einhverju svona inn í vítategarstæðingana og þetta var alveg grátlegt sko. Það geti ekki að við höfum jafnað hann í lokin á móti Frökkum á þeirra heimavelli. Og það hefði verið alveg glæsilegur árangur. Og það talað vel hvernig liðið lék, stóð sér vel. Já, og ég hann Andri Lukas Guðjónsson. Sem skoraði markið. Já. Og bæði mörkin. Og hann mér finnst hann vera alveg vaksa mjög hratt. Maður tekur betur eftir núna hvað hann stór og svona fyrir meira fyrir honum á vellinum. Og ég skil ekki akkur félagi sem hann var hjá í Belgíu gat ekki nota hann og hann komið til Blackburn í Englandi. Nei, það voru margir bara og ungir, við erum eins og sem að fara að fá nýja svona gullkynnslóð. Það vantaði ekki 2 bestu mennina í liðið? Jú, Orri Hrafn Óskarsson, hann meiddur og svo var ekki Albert með þarna. Þannig að þar eru 2 sko mjög góðir leikmenn sem voru ekki með í þessum leik. Við skulum fara, það Úrsula von der Leyen. Svo var hann náttúrulega markmaðurinn sem var kannski stóra stjarnan. Svo sem vel. Úrsula von der Leyen verið með svona, þetta kallast State of the Union í Bandaríkjunum, þetta verið að kalla þetta líka það að hún mætir niður í þing og fer svona yfir línunar og það sem hann vekur athygli og var verið að draga fram svona verið að merkja breyttan tón gagnvart Ísrael og þarna Guardian með að tala að það bara að draga úr og viðskiptum við Evrópusambandið við Ísrael og langstæðsti mesta útflutningi Ísrael fyrir til Evrópu. Þannig þetta væri stórt. Þetta svolítið mismunandi hvað blöðin voru að túlka þetta. Ég líka með norskt blað sem leggur áherslu á að það eigi að draga úr allri fjárfestingu til Ísrael. Og þetta svolítið merkilegt því að Úrsula von der Leyen, það ekki langt síðan hún var bara í Ísrael að hvetja það áfram við aðgerðir sínar á Gaza. Hún hefur verið harðasti stuðningsmaður Evrópu við þjóðarmorðið í Gaza. Þannig að núna að snúast svolítið afstaða ríkjanna í Evrópusambandinu, þannig hún þarf að mæta fram og vera með annan tón, líklega öfugt til það sem hún myndi vilja persónulega. En þetta bara breytt staða innan Evrópusambandsins. Og hún í vinnunni sinni. Já, ég með frétt sem tengist þess að Greta Thunberg, hún að segja að það er að kenna Gaza þjóðarmorðið í skólum. Því að við verðum átt okkur á því hvernig aðdragandinn þessu verður, hvernig það gerist að þetta geti gerst, sem náttúrulega hluta til sem við höfum oft verið að tala hérna, hvernig viðbrögð ráðamann á Vesturlöndum var við 7. október og hvernig var gefin eiginlega grænt ljós til Ísrael að fara út í þessa aðgerðir. Hvað finnst þér þessa kröfu, Gretu, að bara fara með þetta í skóla? Kenni þetta. Ég hef svolítið verið að segja þetta er stæðsti viðburður, eða atburður þessar aldar, hef ég sett.
Þetta starra, ég veit ekki hvort fólk vilja segja eitthvað tvíburaturnir eða Íraksstríðið. Þetta er meira. Þetta er miklu meira. Já, þetta er miklu meira. En þetta er nú bara svona hent fram. Já. Segja börnum hvernig heimurinn er í raun og veru. Já, eitt sem að fjölmiðlar eiga að gera það, segja sjóðinni frá því hvernig heimurinn er í raun og veru. Og stundum þeir eru verið með umræði hérna, pólitíska umræði, ég tala ekki við erum að tala við verkalýðshreyfinguna. Það var alltaf það að húsnæðiskerfið okkar er stærsta verkefni samfélagsins. Maður sér það ekkert svo mikið í fréttunum, en heimildin er eins og er með hérna og sækir í kannski gamla skýrslu. Að bílið sé að breikka á milli tekjuhópa á húsnæðismarkaði. Það fylgdi þessu þarna graf sem að ég er líka með, sem að kemur líklega næst. Það sé að aukast bílið. Já, bílið, það verður alltaf erfiðara. Þarna er verið að sýna hlutfall fólks undir 30 sem að á íbúð. Og það eru bara teknir íslenski ríkisborgarar til þess að eyða út, ekki það að sé einhver rasismi í því, heldur bara því að það er svo stór hluti þeirra erlendu ríkisborgar sem eru hérna sem eru tímabundið og ekki eðlilegt kannski að þeir séu að eigna sér að þarna sést sko að munurinn er að í upphafi í hruninu að þá var 45% í tekjulægsta hópnum en það er komið niður fyrir 20% í dag, þannig að það verður helmingast á hruninu og þú sér hvernig línan er hjá þessu sem að hafa það betur, eru með hærri tekjur, að það fólk jafnar sig á hruninu. Það er ekki komið alveg á sama stað og það var en næstu því. Þannig að ónýtur húsnæðismarkaður, á hverju bitnar hann? Innum tekjulág. Það bara sést þarna svart á hvítu. Já. Herðu, það er, var að taka við nýr forsætisráðherra í Frakklandi, þannig að ég eftir að tína til ríkisstjórnina sína. En það var ekki út af honum að það eru voru mótmæli út allt Frakkland í dag. Og það er hreyfing sem að ég held kalli sig sko stoppum allt eitthvað svoleiðis. Sumstaðar voru svona eins og hætt er oft í mótmælum í Frakklandi. Þá eru svona hlaðin upp hálfgerð götuvíi og eru mjög ákafir í mótmælunum. Þannig að það var mótmæl út allt Frakkland. Hefur verið lent í svona mótmælum í Frakklandi? Það er margir sem hafa verið í París sem hafa bara lent í Ég hef aldrei komið til Frakklands nema bara síðst þarna þegar ég gert í gegn sko. Fyrst þegar ég lent í þessu þá var ég bara ungur. Bara upp á 1980 þá var ég að labba í Latínuhverfinu og ég sé bara að það er einhver hópur sem er að mótmæla ykkur. Lærði síðar að þetta voru læknanemar sem voru ósattir við eitthvað sem var að gerast bara inn í skólanum. Svo kemur svona niður götu, kemur bara öryggislögreglan á brimvörðum bílum og með skildi og allt saman. Og leið þá læknanemarnir svöruðu með því að rífa upp gangstétta steinana og mér fannst þess að frakkarnir væru bara með svona eins og klær að þeir getur bara náð steinunum upp. Ég veit ekki treyst mér til þess að rífa upp stein upp á gangstétt. Nei, þetta sé bara hannað til mótmæla og bara táragas kom strax og ég fór þarna niður fekk náttúrulega yfir mig táragas og fór þar niður á frækt kaffihús og var að þó fram á mér. En það eru margir sem hafa verið í Frakklandi og lent í þessu að það er mjög kvik mótmælin, það breytast og það er alltaf leikur svolítið að það eru mótmælendur, svo kemur lögreglan og ögrar mótmælendur með því að mæta þeim með fullri orku, með fullri afli og þá springur allt út. Og brynvarðir og slís. Við vorum aðeins að tala Moggan, hvernig hann er að síða til samfélagið. Ég er hann með 2 fréttir. Hann gefst ekki upp á því. Nei, hann er líka að leggja áherslu á núna. Hann er að undirbúa borgarstjórnarkosningarnar og hann bendir á að það séu 467 börn á biðlista eftir leikskóla núna. Það hafa verið fréttir annars þar, ég veit ekki að tekja eftir því. Það vantar mikið af fólki inn í skólakerfið, inn í grunnskólana og leikskólana og þar lendi er ekki hægt að ráða inn í þau pláss sem að gætu verið, að þau eftir að manna það. En svo er þetta náttúrulega líka að það er ekki komnir þeir leikskóla sem voru að lofa. Það voru flokkar fyrir síðustu kosningar sem að lofuðu að öll börn fengi leikskólapláss, en þau eru ekki að standa við það. En þetta er líka búið að vera vandræði hjá þeim eins og
þarna leikskólinn sem inn í Sundum, þannig sem að Adam og Eva var áður. Já, það var bara, setti bara torf á þakið þess að kanna stöðu burðarþolið. Og svo var í Grandaborg, held ég heiti, sem var mygla. Svo loksist þegar það var búið að laga það. Það kom í ljós að það hefði gleymst að kaupa innréttingarnar. Þannig að það er ennþá bið eftir því að það eftir að setja það í skip eitthvað stöður út í heimi og flytja. Þannig að það er alls konar klaufagangur í þessu. En Morgunblaðið, hann fylgir svöl með þessu. Það er líka annað sem að Morgunblaðið hefur verið með og við töluðum það svolítið í sumar. Morgunblaðið er alltaf með fréttir úr skólakjörinu. Og núna er við með fréttir þetta er úr Seltjarnarnesi. Og það er með fréttir af því að svona, hvað við að segja, svona hægri sveitafélögin í kringum Reykjavíkurborg eru að taka inn svona annars konar einkunnir. Vilja séu mæld árangur nemendan séu mældar oftar og ekki gefni bókstafir held ég, það sé lína Sjálfstæðisflokksins. Nei, vilja fá tölustafi. Bara 5,0. Já, ekkert. Ég var fyrsti árgangur í grunnskóla og ég fekk bókstafi sko. Og ekki A, B, C og D held ég. Já. En það fór ekki vel fyrir mér sko. Nei. Þinn menntavegur var stuttur. Já, það er frétt af RÚV. Það er fólk út á landi, sveitarstjórnar fólk út á landi. Hefur áhyggjur af áhrifum innviðagjalds á landsbyggðinni. Þetta er innviðagjald á skemmtiferðaskip sem að þú kannast við það búið að vera að tala um að það þyrfti að gera eitthvað. Já. Koma og flæða yfir staðina. Já. Ég sé þarna er Lúðvík Geirsson sem er hafnarstjóri í Hafnarfirði og svo Björg Ágústsdóttir í Grundarfirði held ég. Þangað koma mörg skemmtiferðaskip til dæmis. Og líka á Ísafirði, það eru stundum 4 skip og Akureyri koma við það. Ísfirðingar hafa gert bara stóra kaja eða bryggjur eða hafnir, hafnabaka sem geta lagst að stærstu skip. En það hefur verið kvartað yfir því að þetta sé, og ekki bara á Íslandi, heldur út allan heim, að þú kemur hann og leggur upp að ykkur og svo fer bara fólkið og fer á Gullfoss og Geysir og fer og svo færi þetta er oft eldra fólk sem að nota mikið heilbrigðisþjónustu í landi. Og það hefur verið svona krafa það að verði rukkað eitthvað. En leiðu það gerist að þá óttast fólk út á landi að fá ekki þennan pening. Já, ég myndi líka gera það ef ég væri sveitarstjóri út á landi. Ég myndi að gera því. Já, en þá verður eitthvað að taka ákvörðunar sem er líklega ríkisstjórnin. Og hún verður að hugsa svona almannahag. Og kannski er það almannahagur að verði rukkað innviðagjald. Já. Og á þessum stöðum sem þurfa að geta tekið á móti fullt af fólki að þá er eiginlega að þau fái hluta innviðagjaldinu. Já, þau fá náttúrulega eitthvað hafnagjald sko. Já, það er svo aftur. Það rennur ekki í heilbrigðisþjónustuna eða vegakerfið eða það er það sem að ríki notar hann. Ég held að ríkið ætla að ná sig þessar peningar sko. Ég held að ég ætla ekki að láta þá fá þessa staði en ég veit það svo sem ekki. Ég tek undir með þeim sem hafa áhyggjur. Ég myndi hafa áhyggjur af þessu. Já, þú vilt hafa skemmtiferðaskipin? Vil ég hafa? Já. Nei, það eru sumir eins og í Feneyjum sem vilja bara skattleggja þetta með komi, bara alls ekki. Þau setja sig alveg bara verst í túrismi sem til að fá þetta yfir sig. Já, nú tekki það ekkit svo vel en það er náttúrulega álag á kannski 1000 manna sveitarfélag þegar kemur svona barkur bara með 100 manna það er bara skipta peningunum, ekkert vesinn með þetta. Það er frétt var ungu drengur sem fekk íslenska ríkisborgrétt, Óskar frá Kólumbíu. Það var með eina ástæðan fyrir því að hann var breinstæðingur sem að þessi góða fjölskylda tók að sér var að faðir hans beitt hann ofbeldi. Og vildi ekki sjá hann hljóp frá honum bara En það hefur verið gefin út ákæru á Íslandi út af ofbeldi föðursins, gagnvart Óskari. En hann er líklega farinn af landi. Ég held að það hefur nú fyllt með í sögunni. Þeir fóru saman, sömu flugvél.
Það er önnur svona frétt, það verið bara í mannlífi, ég sá þetta hvergi annars staðar. Það er verið að tala á tjaldstæðinu og Fellsbæ hafi barnanýðingur verið barinn. Það er einhver dæmdur barnanýðingur sem hefur komið hann austur og býr á tjaldstæðinu og einhver hópu fór og landan. Kom einhver maður á pick-up bíl, stökk út og barðan. Segir í þessari frétt. Það margir hugsaði þetta varðandi barnanýðinga láta að finna til vatnsins. En hvar eiga að vera? Ég ekki spyrja, ég ekki að lesa það. Nei, eitthvað stað vera vondir að vera. En þú myndir kannski, ef þú væri með ungt barn, þá myndir þarna við hliðina nærri í tjaldstæðinu, þá myndir ekki vera ánægð með þetta. Sko. En ég myndi kannski reyna að gera eitthvað í því annað en að berja hann. Mér finnst það ólíklegt að ég færi og myndi lemja hann. Já, ég er alveg vissið það, Smári, þú myndir ekki gera það. En svona erum við misjöfn, þessi fór og barðan. Þetta ég held að við möttum sjá meira af svona málum. Það orðið meira svona, þetta heitir svona fólk taki lögin í sína hendur og svona. Ég held að við möttum sjá meira af þessu. Þetta hangir einhvern veginn í loftinu. Þetta sé við vörum bara, þegar þú gerir eitthvað hér unni, þá bara kem ég aftur. Ég veit ekkert um þetta. En alveg þetta, hann var lúbærinn. Ég veit ekki, þú veist kannski að þetta er eitthvað að rannsaka það, hvort það svoleiðis virki, hvort að fólk sé öruggara í samfélaginu ef einhver fer og lemur bananýðing. Ég held að sé ekki þannig, sko. Nei, ég er ekki að sitja mér spóra þess að mann sem fór á barðan, en hann gerði það og það er bara, og hvers vegna vitum við ekki, kannski var hann að vara við. Herðu, það er mál nú ferðu við brasilísku pressuna. Sko, það er náttúrulega risamál sem er í gangi þar. Þetta er svo skrítið, sko, ég var ekki að reyna að setja mín í það. Það er svo mál Bolsonaro. þar sem hann er sakaður það að hafa safnaði kringu sig glæpagengi sem ætlaði að ræna völdum í Brasilíu. Og það er 5 manna hæstiréttur sem er úrskurðuð þetta. Þarna eru fréttirnar núna í dag. Þá er 3. dómarinn að koma með sína niðurstöðu. Sér ákvæði? Nei, það koma bara hver af fættur öðrum. Fyrst komu 2 og þeir sakfelldan báðir. En þessi 3. hann vill sýkna hann og segir að þetta sé pólitískt mál. Það voru 2 eftir og þeir bara komast ekki yfir að nema 3 í dag, þannig að við bara bíðum aldrei á morgun. Staðan er bara 2-1. 2-1 núna. Já, leik. Já, og getur orðið 4-1, 3-2 og 3-2 í báðar áttir. En þetta er svolítið skrítið system. Svo fyrsti kom og hafði mjög langt málumynda og næsti kom og var svona á sama sinnis. Svo kom svo 3. með alveg þörfugt. En við höfum svolítið sagt frá þessu máli af því að í Trump-höfnum okkar, af því að Trump hótaði að setja viðskiptaþvinganir á Brasilíu ef að vinur hans Bolsonaro yrði dæmdur. Pældi fyrir ekki, sko. Hann er dómsmál í Brasilíu og að það fellur ekki honum í vill, hans vilja, að þá bara þvinganir. Ég held að Trump upplifa þannig að ef þú hefur eitthvað vald að þá er bara auðmingið og notar það ekki. Þannig ef ég get þröngvað Brasilíumönnum til að gera þetta, þá á ég að gera það. En getur verið að dómari hvað sem er lát undan svona þrýstingi og breyti niðurstöðu í dómsmáli? Það eru dómar, Trump hefur sett viðskiptaþvinganir á dómara í alþjóðadómstólnum sem hafa dæmt, þannig að það er ekki honum að skapi. Þeir megi ekki koma til Bandaríkjanna, það má ekki Bandaríkjamaður eiga neinn viðskipti við þá. Ég held að ég líka við fjölskyldu þeirra. Auðvitað hefur þetta svona áhrif. Ef þú veist að þú ert að dæma einhvers staðar að þú getur bara kallað einhverja bölvun yfir þig og fjölskyldu þeirra. Nei. Þannig að þetta hefur áhrif. Það er betra að segja sig frá málunum bara heldur en að fara gegn eigin samvinsku. Samherjum. Já, það er alls konar dómara til eins og þú veist að betta á, fólk er mjög sért. Herðu, það er frétt sem að ég þvímiði verið ekki alveg inn á, það var persónuvernd vísa frá máli höndu Pírötunum. Ég held að þetta sé mál, mannst ekki eftir þegar Atli Þór Fandal var þannig hjá þeim. Þá var eitthvað verið að sækja í ykkur gögn til þess að sanna eitthvað. Og þá sauð allt upp úr þeim. Sem að varð reyndar svona mál sem að ég held að hafi reynst mjög þungbært í kosningabaráttunni. En þarna kemur sérst í ljós að ásakanir að forystan í flokknum eða það er ekki forystan eða þingmenninir hafi sérst skoðað tölvupósta sem að voru sendir af starfsmanni þingflokksins. Það persónuvernd finnur ekki að því.
Herðu, það eru að stefni verkfall í Alcoa. Já. Við erum að viðkynna það, við erum ekki alveg inn í því hvað þeir verið að semja, en Alcoa hefur ekki svarað einhverjum kröfum. Nei, og ég held að það verið að undirbúa. Hún heiti Hjördís sem formaður félagsins. Alls, já. Ég held að hún hafi verið að tala að þetta snýst pening, held ég. Það bara... Hærri laun. Já. En Alcoa vill það ekki. Nei, ég veit ekki. Herðu, það frétt frá Danmörku, það Novo Nordisk risastórt fyrirtæki sem við held ég að fjalla þetta eitthvað með í sumar að það sem sagt þetta fyrirtæki þenst út gríðaleg hagnaður á því að selja hvað heitir þetta þyngdarstjórnunarlyf, er það kallað það? Já, eitthvað svolítið, já. Það skilja það allir alltaf. Fólk sem vil léttast tekur það. Og þau voru bara sátu eina markanum og okruðu náttúrulega feiknanlega og græða og það bara hagnaður þessa fyrirtæki er bara stór hluti af öllum vexti sem hefur verið í dönsku hagkerfi undanfarin 4 ár og sérstaklega inn í Kaupmannahafnarsvæðinu þar sem fyrirtækið er og núna er komin eitthvað önnur fyrirtæki sem er að búa til samskonar lyf selja þau með klódýrara og þar með getur ekki Novo Nordisk haldið upp þessum mikla hagnaði sem það hefur. Hann er farinn. Verðbréfin, hlutabréfin falla hratt. Það var hent út forstjóranum og ráðinn nýr og hann byrjar á því að reka 11% af starfsfólkinu sem að einhver var að segja í einhverju fréttunum að væri svona svipað og yrði sagt upp 6.000 manns á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta er ekki lítið áfall. Nei. Þetta fyrirtæki náttúrulega eins og þessi búið að blása út og orðið ofboðslegt veldi. Já, og soga til sín, þannig að vilja allir vinna þarna og allir að búa til eitthvað og kringu það og við vorum með í sumar held ég að þá sýndum við samanburðin hvað gerðist þegar Nokia féll í Finnlandi. Að það hefur eiginlega ekki verið hagvöxtur á mann á Finnlandi síðan. Þannig að áhrifin þegar að hagkerfi snýst að eitthvað einu stóru fyrirtæki og svo fellur það með einhverjum hætti að það geta verið samfélagi getur verið mjög lengi að ná sér. Herðu, er frétt sem að ég rúfar með þetta 3 af 4 telja að reynt hafi verið að svíkja að þeim fé á netinu. Ert þú einn af þeim? Nei. Ég veit ekki hvað þið... En þú? Ég veit ekki, ég hef stundum fengið eitthvað hvert er símanúmerið þitt, eitthvað svona, ég bara svaraði ekki. Já, það bara... Heldur að fólk sé ekki að svara því, Hvað er símanúmerið? 3 af hverjum 4? Hvað er símanúmerið? Eitthvað svo leys. Heldur að geti verið að 3 af hverjum 4 hafi orðið fyrir raunverulegri svona svindl? Þetta eins og þú ert að segja, við bara eyðum þessu bara, það er enginn opna svona pósta. En sem reyndar orðið þannig, maður svolítið varkátt sem maður fær póst frá erlendu, ég maður hættur að svara því. Maður vil vita hvað þetta er. Já, ekki nema maður hafi sjálfur átt eitthvað frumkvæði að því áður. Já, maður er orðið svolítið varkárari. Og mér fannst það líka, mannstu þegar það var verið að tala að Google og Facebook og félagar ættu einhvern veginn að stýra umræðunni í samfélaginu, til þess að það væri ekki svona hatusumræðu og fleira. Og ég horfði á Facebookið mitt og svona auglýsingarnar sem komu og sagði, þeir get ekki stýrt haldið niðri augljósum svikamillum og svona fjárglæfrum. Hvernig dettur í huga að þeir geti stýrt heilbrigður umræðu í samfélaginu? Því það verið þau engar hömlur á því hvað þeir leipa í gegnum sig bara. Herðu, ég er með frétt frá Þjóðskrá, ég veit ekki hvort það er gaman að því. Ég ætlaði nú ekki að það er náttúrulega ekki að lesin eitt út af þessu. En ég tók frá 2019 fram að hausti en þá er fjölgað íbúum á Íslandi 12,6% en 22,6% á Suðurlandi. Þannig það er vaxtarsvæðið á Íslandi og bara 13,8% bara rétt yfir meðaltalinu á Suðurnesjum. En það hefur fjölgað langminnst á Norðurlandi vestra bara tæp 5%. Og af þessum stöðum, ég er að taka bara fá ár, þetta er bara 5 ár, að það hefur aukningin í Mýrdalshreppi verið 60%. Svo kemur svona Hörgársveit og sveitafélagi Vogar og Árneshreppur og Vestubyggð, Fiskeldið og Grímsnes og Grafningarhreppur, þetta er svona bara þessu Suðurlandi sem það þannig mikið út.
Eitt sveitarfélag hefur verið fækkað mikið 75%, það Grindavík. Já, það náttúrulega. Við veitum allir hvað sem það er. En hvað hefur þá til þess og Þorlákshöfn sem reyndi að kasta beiti fyrir Grindvíkingana? Hvort það við fækkað, það er svolítið svona lengra tímabil, þannig að það er það er Ölfus eða ekki? Jú. Nú er ég að fara bara í leita hérna. Það er 30% aukning í Ölfus á þessu tímabili. Já. Herðu, ef við ekki að segja þetta bara gott í fréttunum? Já, bara fólk verður að sætta sig við það, þetta er bara komið. Já, herðu, takk fyrir að vera hérna. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir að senda út og ykkur takk kærlega fyrir að hlusta. Ég bendi á að þið sem eruð að horfa á okkur á YouTube eða á Facebook, þið verður að finna nýjan þráð þar sem rauðaborðið er að byrja, en þið ef þú ert að horfa á í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá þetta engar áhyggjur af. Rauðaborðið er hérna eftir augnablik. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.